Jæja, nú erum við komið með Sigga hlug hér aftur. Sósu Sigga, Siggi Sósa. Siggi Sósa. Siggi Hall hvað? Hver er þessi Siggi Hall? Ég er ekki að fatta hvað það er. Hvað ætlar að gera fyrir okkur í dag? Heyrðu, nú ætla ég að gera hérna leynisósuna mína. Allir góðir heimiliskokkar eiga Bernes sem svona leyndardóm. Allir eru með sína aðferð. Ég var þannig með þetta fisk og ég var að hræra einhverja klukkutíma, láta hrærivélina ganga og eitthvað svona og þú veist, maður er orðinn svangur og maður þarf að éta, þannig að ég sá einn gaur á internetinu Já. sem að ákvaða stytta sér leið og þá hugsaði maður, ok, þá verður nú loka niðurstaðan alveg glötuð því mér finnst Bernes gott. En útkoma var hreint út sagt frábær. Einu sinni fyrir mörgum árum fékk ég svona leyniuppskrift. Það átti að vera sem sagt, bara frá bautanum á Akureyri, þannig að grunnurinn er svolítið svona, þetta er bauta Bernes. En Bjarni, þið hérna á baku Ísberg, þið er vonandi töfrasprota. Já, heyrðu, býtum við. Fyrir okkur fagfólkið. Þetta erum við með í öllum helstu eldhúsulasi, þetta er Robocop, ekki að tala um þetta. Þetta er kannski aðeins svo, þetta er nú fyrir lengra að koma. Já, heyrðu, ok, fyrirgefðu. Það er nú svona bara fyrir styttra komin. Þá er ég hérna með minni típu fyrir svona millimenn. Ok. Töfrasproti er málið og það sem skiptir mestu máli í þessari Bernes er að vera með svona áhald. Það er eitthvað sem gerist hér, það er einhver pressa sem að myndast hérna þegar Bernesin er gerður. Þannig að við byrjum á að taka til dæmis hérna 6 eggjarauður. Við erum náttúrulega með Bernes Essence sem við þurfum að koma hérna í þetta. Og svona í 6 eggjarauður setjum við kannski 1 matskeið pluss kannski svona dass, valla 1,5, ekki það. Og síðan erum við bara, þetta snýst að aðeins að stytta sér leið, nóg að gera í eldhúsinu, kíkja á nautið, tjekka á humrinum og svo ætlum við bara bara að láta vaða. Cirka mínútu. Og þessum stað, þessar mínútu, er voða gott að vera kannski með glasa víni. Það er svo mikil hávaði, það heyrir og getur ekki talað við neitt. En við byrjum svona, þetta er flott. Hérna erum við að keyra saman essensin og eggjarauðurnar. Og þetta er flott. Það sem ég er rosa sniðugt að gera líka er að setja strax út í auðvitað er ekki hrifinn af grænu í minn mat en estragoni gerir ákveðin flavor. Þú útilokar ekki það? Ég útiloka ekki estragonið. Við setjum svona væna matskeið af estragoni. Mér finnst fínt að hafa það bara í hrærunni líka. Þú skilur hvað það við? Já! Nú erum við komið það er alltaf að gefa þessu 2-3 mínútur góðan grunn. Það er flott áferð. Ég er orðinn svangur. Hérna er komin þessi fína áferð. Þá er nú mjög gott til dæmis að sækja smjör sem ég er búinn að vera að bræða. Bræðum 1 smjör, 500 grömm, íslenskt smjör. Hellum því í svona ílát. Ég er ekta heimiliskokkur, ég subba. Allir þessi flottu kallar, þú veist, Jói Fél og þeir kunni þetta allt og búin að læra þetta allt, þeir er alltaf beint ofan í á þeim. En við subbum smá, það er gæðamerki. Nú er þetta alveg að vera komið. Já, þetta þarf kannski alveg góða mínútu. Jæja, hvernig hafa börnið það? Þau eru rosalega kátt maður. Ok, góður grunnur. Af hverju setjum ég þetta í svona vegna þess að ég ætla að hella núna hægt og rólega smjörinu, það er heitt, nýkomið á pönnunni, hella því hérna út í hræruna, hægt og rólega og hrærum leið. Þetta er málið. Og skil á milli. Hella úti.
kipti eggin og smjörið, ég versla mikið aðra. Já. Þér að vera að gera þetta bernis. Þetta er líka massa flotta bernis. Þykk, fluffy og ljómandi góð. Það má alveg setja líka kannski svona hálfan tening af einhverju. Halvan tening af? Hálfan nautakraft, svona tening. Sérðu? Þetta er ekki flókið. Hættu þessu, drengur. Þetta er alveg geðveikt. Þá er ég bara... Þá er eins og ég segja hérna alltaf fagmennir og þá er komið að smakka. Sástu, við vorum ekki lengi að þessu. Sukkan er fluffy og flott. Smakka það núna. Ég veit þú fær kannski hjartafall en þá er það bara fyndið. Dulla. Dulla. Og þetta tók bara hvað, 2-3 mínútur? Já. Og þú eru aðastjarnan í grillveislunni og þú gerir bautabernis eftir hlöð.